Velkomin á Lúna-rannsóknastofu Landspítala. Hér eru stundaðar ýmsar tegundir rannsókna sem mæla starfsgetu lúna, bæði öndunarmælingar og áreynslupróf. Rannsóknirnar eru mikilvægar í lúnasjúkdómum, við greiningu, meðferð og eftirlit. Við komu mæld hæð og þyngd. Í fráblástusprófi mæld heildarfráblástusgeta og fráblástur á 1 sekúndu. Setið í stól með bakið beint og hökuna örlítið upp á við. Bitið í munnstykki og vörunum klemmt þétt utan það. Höfð klemma á nefi. Andað eðlilega nokkrum sinnum, síðan andað rösklega að sér eins djúpt og mögulegt því næst blásið strax frá sér eins hratt og lengi og hægt þar til lungun eru alveg tóm. Starfsmaðurinn sem mælir hjálpar til með því að hvetja óspart áfram. Eftir fráblásturinn andað vel að sér. Mælt að minnstakosti 3 sinnum og rannsóknin tekur 15 mínútur. Ef óskað eftir að mæla með berkjuvíkkandi lyfjum gefið innöndunarlyf, 2 púst, blásið frá sér út í loftið og lungun tæmd vel. Munnstykki innöndunarlyfsins lagt þétt upp að vörunum, lyfið sogað djúpt að sér og andanum haldið niðri í 10 sekúndur. Síðan beðið í að minnstakosti 15 mínútur en þá fráblástusprófið endurtekið. Mælt að minnstakosti 2 sinnum og rannsóknin tekur 30 mínútur. Í loftdreifi prófi mældur flutningur súrefnis frá andrúmslofti til lúnablóðrásar. Setið í stól með bakið beint og hökuna örlítið upp á við. Bitið í munnstykki og varirnar klemmdar þétt utan það. Höfð klemma á nefinu. Andað eðlilega nokkrum sinnum og svo vel að sér, blásið frá og lungun tæmd alveg. Tæma, betur, kreista, betur, djúptar anda, fyll og halda. Í lok fráblástus andað að sér litlu magni af mæliloftegund og andanum haldið niðri í 10 sekúndur, að því loknu blásið ákveðið frá sér og lungun alveg tæmd. Mælt að minnstakosti 2 sinnum og rannsóknin tekur 15 mínútur. Í lúnarúmmálsprófi í lokuðum klefa heildarloftrými lúnanna mælt. Setið í stól með bakið beint og hökuna örlítið upp á við. Bitið í munnstykki og vörunum klemmt þétt utan það. Höfð klemma á nefinu. Andað eðlilega nokkrum sinnum, síðan lokað fyrir munnstykkið augnablik. Þrátt fyrir lokunina andað áfram eðlilega, munnstykkið opnast aftur strax við innöndun. Andað eðlilega nokkrum sinnum, blásið frá sér rólega eins lengi og hægt andað svo vel að sér, eins djúpt og hægt því næst blásið strax frá sér eins hratt og lengi og mögulegt þar til lungun hafa alveg tæmst. Starfsmaðurinn sem mælir hjálpar til með hvatningu. Mælt að minnstakosti 2 sinnum og rannsóknin tekur 15 mínútur. Í lúnarúmmálsprófi með þynningaraðferð setið í stól með bakið beint og hökuna örlítið upp á við. Bitið í munnstykki og vörunum klemmt þétt utan það. Höfð klemma á nefi. Andað eðlilega nokkrum sinnum, svo að blásið rólega frá sér eins lengi og mögulegt Eftir það andað eðlilega og soguð að sér helíumblanda í nokkrar mínútur eða þar til lofttegundin hefur náð ákveðnum styrkleika. Þá andað eðlilega nokkrum sinnum, andinn dreginn djúpt að sér og blásið rólega frá sér eins lengi og hægt þannig að lungun tæmist alveg, því næst andað eðlilega. Mælt að minnstakosti 2 sinnum og rannsóknin tekur 20 mínútur. Atriði sem þarf að hafa í huga fyrir öndunarpróf. Forðast þunga máltíð klukkustund fyrir próf. Forðast mikla áreynslu 30 mínútum fyrir próf, svo sem hlaup eða íþróttaæfingar. Ekki reykja klukkustund fyrir próf. Lyf haldast óbreytt nema læknir ákveði annað. Æskilegt að fólk með öndunarfærasýkingu eða hita bíði með próf. Nituroxíðpróf, öðru nafni NO-mæling, rannsókn sem mælir nituroxíð í úthöndunarlofti sem myndast í þekjuvef lúna. Þetta auðveld leið til að mæla virka loftvegabólgu og gagnleg til greiningar og eftirlits á astma. Andað frá sér út í loftið, bitið í munnstykki, varirnar klemmdar utan það
og andað djúpt að sér og blásið rólega frá sér í 10 sekúndur í gegnum mælitæki. Rannsóknin tekur 10 mínútur. Við NO-mælingu þarf að hafa eftirfarandi í huga. Ekki borða né drekka kaffi 60 mínútum fyrir mælinguna, ekki reyna mikið á sig 60 mínútum fyrir mælinguna. Ef fleiri rannsóknir að ræða í sömu heimsókn, til dæmis öndunarpróf, skal ávallt byrja á NO-mælingunni. Lyf haldast óbreytt nema læknir ákveði annað. Æskilegt að fólk með öndunarfærasýkingu eða hita bíði með mælingu þar til einkenni hafa batnað. Í sveifluprófi mælt viðnám í loftvegum. Setið í stól með bakið beint og hökuna örlítið upp á við. Bitið í munnstykki og vörunum klemmt þétt utan það. Hendur lagðar þétt á kinnar. Höfð klemma á nefi. Andað eðlilega nokkrum sinnum í 20 sekúndur. Mælt að minnstakosti 3 sinnum og rannsóknin tekur 10 mínútur. Áreynslupróf rannsókn til að mæla afkastagetu lungna og hjarta undir álagi. Hún einkum notuð við greiningu og eftirlit lungna og hjartasjúkdóma, oft til að greina orsakir mæði og sem undirbúningur fyrir skurðaðgerðir. Í áreynsluprófi með fráblástursmælingu mæld heildarfráblástursgeta og fráblástur á 1 sekúndu fyrir prófið og síðan á 5 mínútna fresti í 15 mínútur eftir áreynsluna. Í áreynsluprófi með fráblástursmælingu og nefspeglun mæld heildarfráblástursgeta og fráblástur á 1 sekúndu fyrir prófið og síðan á 5 mínútna fresti í 15 mínútur eftir áreynnsluna. Með örmjóu sveigjanlegu ljósi speglað niður á raddböndin í gegnum nef fyrir og í áreynslu. Í áreynsluprófi með súrefnisupptöku lítil gríma sett yfir nef og munn. Mæld hámarks súrefnisupptaka lungnanna en einnig afkastageta hjarta og vöðva. Hjúkrunarfræðingur eða annar starfsmaður tekur á móti fólki sem kemur í áreynslupróf og leiðbeinir því. Læknir stýrir mælingunni og túlkar niðurstöður. Prófað ýmist á þrekhjóli eða göngubretti. Tekið hjartalínurit, mældur hjartsláttur, blóðþrýstingur og súrefnismettun í áreynslu. Í tengslu við áreynsluprófið fráblástur oftast mældur líka. Prófið tekur 1 til 1,5 klukkustund. Tími á þrekhjóli eða göngubretti að jafnaði 10 til 15 mínútur. Eftirfarandi þarf að hafa í huga fyrir áreynslupróf. Innöndunarlyfjum sleppt daginn sem rannsóknin fer fram, nema læknir ákveði annað. Önnur lyf haldast óbreytt. Æskilegt að hafa lyfjakort með. Ráðlegt að borða ekki mikið síðustu 2 klukkustundir fyrir prófið. Ekki reykja klukkustund fyrir prófið. Ekki drekka kaffi, te eða drykki sem innihalda koffín síðustu 2 klukkustundirnar fyrir prófið. Forðast skal mikla áreynslu daginn sem rannsóknin fer fram, til dæmis hlaup eða íþróttaæfingar. Hafa þar með léttan fatnað og íþróttaskó. Fólk með öndunarfærasýkingu eða hita getur ekki farið í rannsóknina.